Þá ætlunin að fjalla aðeins lokaverkefnið, eða rannsóknarskýrsluna, rannsóknarverkefni sem þið ætlaði að gera. Þetta rannsókn, skýrsla og svo kynning á rannsókninni í lotu 3. Það þarf að velja einhverja hugmynd, annarkvort sem þið komið sjálf eða úr hugmyndunum sem ég kem með á eftir, sem við rættum í tímanum, búa til ykkar eigin hugmynd, það allt frjálst. Verður að tengjast efninu sem búið að vera á námskeiðinu. Þetta gildir 20% lokaengun og þetta skylduverkefni. Ef þið sleppið því að taka þetta verkefni þá það sjálfkrafa fall. Þetta verkferlið við að gera þetta. Það í fyrsta lagi ákveða hugmynd eða viðfangsefni. Síðan þurfum við að setja upp tilgátur. Hvað það sem að þið ætlið að rannsaka út af hverju? Ég meina, það ekki hægt að rannsaka eitthvað ef þið eru ekki með einhverja tilgátu, einhverja rannsóknarspurningu. Þið þurfum að plana framkvæmdina. Síðan þarf að framkvæma rannsóknina og fá eins marga þáttakendur eins og mögulegt og þið eru alltaf að pressa á að fá að vita hversu fáa hægt að sleppa með. Það ekki hægt að segja þegar þess að allar rannsóknir ganga út á það að fá sem flesta. Þannig að ég get ekki sagt þið megi gera rannsókn þar sem koma fram 4. Ég meina þið fáið enga niðurstöður út úr því, eða 10 eða 20. Þið reynið náttúrulega alltaf og stefnið að því að fá eins marga og þið getið. Síðan þurfum við að vinna úr rannsókn niðurstöðunum og þá eru það tölulegar upplýsingar sem þið þurfum að koma með. Hvaða varðandi svörin sem þið eru að fá og hvernig þau tengjast og annað. Síðan þurfum við að gera ABA-skýrslu með réttum köflum og ég er búin að setja inn skjal á innu þar sem þetta kemur fram og síðan haldið PowerPoint kynningu í lotu 3. ABA-skýrslan, hún skiptist í þessa liði. Það forsíða eins og alltaf, það útdráttur, það inngangur, það aðferð, eitt kaflinn aðferðakafli og í honum, hann svo skiptur í undirkafla sem eru þáttakendur, mælitæki, rannsóknarsniðið og framkvæmdin. Síðan það niðurstöður, það umræður og það heimildaskrá. Og það sem þið eru komin út í svona skýrslu, þó það standi ekki þá á sjálfsögðu að vera efnisyfirlit og annað fremst, þannig að maður geti farið beint inn á þá kafla sem mann langað til að skoða. Og í niðurstöðukaflanum þá erum við með einhvers konar tölulegar niðurstöður og þá erum við með einhverjar töflur eða eitthvað til að skýra þessar niðurstöður, myndrit eða töflur. Kynningin í lotu 3 það náttúrulega bara PowerPoint kynning, þessi klassíska PowerPoint kynning og þar þið með einhverja forsíðu þar sem þið kemur frá nafnið á verkefninu og hver með þetta verkefni, hver að flytja þetta. Síðan viðfangsefni, hvað verið að rannsaka, hver á tilgátan eða tilgáturnar ef það eru fleiri en ein. Það þarf að segja frá þáttakendunum, hvaða fólk tók þátt í þessu. Það eru aðstæðurnar og uppsetningin, niðurstöðurnar og stóðstilgátan eða tilgáturnar. Þetta þarf alltaf að koma fram í þessari kynningu. Síðan erum við með hugmyndir, ýmis verkefni og aðferðir. Við vorum búin að tala það í lotunni, þá töluðum við þessar 4. Við töluðum stóra eignunavilluna þegar hegðun frægra einstaklinga útskýrð. Við töluðum staðalmyndina fallegt gott og þá þátttakendur að meta út frá eiginleikum, eða meta einstaklinga út frá einhverju einni ljósmynd. Og það hægt að gera staðalmyndir, skoða staðalmyndir og fordóma hjá íslensku börnum, það dúkkurannsóknin. Það hjálpsemi í einhverjum hversdagslegum aðstæðum, ábyrgðarfinningin. Ef við veljum rannsókn á stóru eignunavillunni, þá gætur valið þar sem þér finnst líklegast ástæðan fyrir að fólk taki þátt í raunveruleikasjónvarpi. Til dæmis, þetta peningaleysi, þetta athyglishyggju, þetta innri ævintýramennska, þetta til að komast í frí. Og þá tilgátan því, segjum að tilgátan þín væri peningaleysi, að þá setur það upp sem tilgátu og síðan koma spurningarnar þínar þar sem þú ert að reyna að fá athuga hjá þáttakendum hvort að þeir telji líka að þetta sé út af peningaleysi eða út af ykkur allt öðru. Staðalmyndin, fallegt gott, það hérna 2 ljósmyndir til að sýna hvernig hægt að gera þetta. Hér Jóna Jón sem viðskiptafræðingur sem starfar hér símafyrirtæki, hún á eina dóttur og hefur mjög gaman að ýmiss konar útivist. Út frá þessu á að meta hana hvort hún köld, hlý, lötugleg, félagslynd, óhamingjusum og svo framvegis. Bara með því að horfa á myndina. Síðan kemur önnur mynd og þetta sama manneskjan, sama lýsing og önnur mynd.
og þá aftur að meta viðkomandi út frá þessum sömu upplýsingum. Þetta er eina sem breytist á þessu tvennu er myndin. Svo fjölluðum við rannsókn á fordómum, eða það var hægt að gera rannsókn á fordómum íslenskra barna. Það sem er erfitt ef þið erum með börn, það er því þurfið að fá leyfi hjá foreldrunum. Það má aldrei gera rannsóknir á börnum nema það sé alltaf til staðar leyfi frá foreldrum. Þannig þetta er svona aðeins öðruvísi, maður þarf að standa aðeins öðruvísi af því, maður þarf að vera alveg með það á hreinu að það sé öll gögn í lagi og allt það. Rannsókn á einhvers konar hjálpsemi, það er til dæmis að missa einhverja hluti, það er að gera þetta með ýmsum möguleikum og koma með spurningar eins og munu einstaklingar hjálpa frekar heldur en ef það eru einhverju fjöldi manns á ferðinni, eru konur líklegri til að hjálpa konu en kallar, hefur klæðnaðar áhrif og svo framvegis. Þetta er bara hluti nákvæmlega það sem við höfum verið að horfa á. Það sem er erfitt við þetta er að þið þurfið eitthvað hjálparmann. Þið getið ekki gert þetta vegna þess að þið verðið að vera, það þurfa að vera einhverju til að meta þetta. Þannig að það er auðveldara ef að þetta eru einhverju þú ert með einhvern aðila til aðstofa. Hér er það sem við tölum í tímanum. Það er til dæmis hægt að gera rannsókn á skemónum. Sýna mynd af einhverjum aðstæðum, spyrja fólki hvað dettur í hug þegar sér myndina, hvað tengir af myndina eða hvað dettur þér í hug þegar þú heyrir þessa lýsingu. Og hér verður að passa að hópurinn sé ekki á stór því að hluti af svörunum eru opna spurningar og það tekur miklu lengri tíma að vinna úr þeim. Síðan erum við með above average effects að fá fólk til að meta sig út frá einhverju skalast sem er þá mælitækið. Til dæmis samskiptarhæfileika, hvað myndir meta þig hátt, hversu mikla samskiptarhæfileika ertu með stjórnunarhæfileika, íþróttir, það er eiginlega hægt að setja hvað sem er inn í þetta og sjá hvernig fólk metur sjálft sig. Eiginhagsmunaskekkjan að meta velgengni út frá einhverjum innri þáttum en erfiðleika út frá aðstæðum, til dæmis að búa til einhverja svona sögu, svona case study eins og sagan af Steina, bara við myndum vilja hafa hana kannski aðeins meira í nútímanum og það þarf að vera 2 sögur þannig að maður snúinni við, þetta sé sama sagan sama einstaklingin en bara gengur út frá öðrum forsendum. Nákvæmlega eins og þessi Steina saga var. Við getum verið með eitthvað staðalmyndir, til dæmis spyrja, myndið þú vilja þess að hinn myndi búa í þínu stigagangi, þinni götu, þínu hverfi, eða skoða staðalmyndir kyn, börn og hugmyndir kyn. Fordómar, af hverju myndast þeir, hvað eru fordómar, hvernig birtast fordómar í íslensku samfélagi, er eitthvað nýlega dæmi, til dæmis Madame Butterfly, óperan sem var mikið talað núna í fjölmiðlum, Blackface, eru fordómar í íslensku fjölmiðlum. Hver er ábyrgð fjölmiðla ef hún er einhver? Svo getum við fjallað orsakaeignun að útskýra atferli annara og nota fylgniregluna, finna eitthvað sem styður þessa framkomu, finna fylgni eða höfnunarreglan, finna aðrar ástæður fyrir atferlinu heldur það sem liggi í augum uppi. Allar hugsunarvillurnar sem við vorum með, skoða hvort að þar sé eitthvað sem er auðvelt að skoða viðhorf gagnvart einhverju ákveðnu. Til dæmis í lesefninu er dæmið pilluna og það er auðvelt að gera könnun það, ertu á pillunni, ertu jákvæð eða neikvæð gagnvart henni, ef þú ert ekki á henni, myndirðu taka hana, afstaða til hormóna, spurningar varðandi blæðingar, það er allt fullt af kvennahópum á Facebook þar sem er auðvelt að leggja svona könnun fyrir. Aðlögun og hrifning er eitt af því sem við fjölluðum til dæmis skoða makaval og hér myndi líka staðalmyndin fallegt er gott sem ég var talað hérna aðeins framar. Eða vera með myndir af einhverju fólki og biðja fólk að para saman, að þú veist með myndir af 4 konum, 4 köllum, hver eru líklegust til að verða par, hvað er ást, er hún til, hver er lykillinn að góðu sambandi, það er alls konar sem hægt er að fjallum í þessu lið. Hjálpsemi, það er hægt að gera könnun þar sem settar upp dæmisögur og fólk er spurt út í líklega hjálpsemi. Fórnfýsi, skoða fræga einstaklingar sem eru þekktir fyrir það og sjá hvort eitthvað einkenni viðkomandi og varðandi hjálpsemi þá gæti maður spurt eitthvað í sambandi við sett upp nokkur dæmi og spurt út í það og beðið fólk að vera algjörlega hreinskilið. Við vitum það náttúrulega að fólk væntalega eða það væri tilgátan mín væri svo að væntalega fleiri fólk myndi segja að það myndi hjálpa heldur en kannski við myndum telja væri eðlileg útkoma. Við myndum kannski segja, jú það er svona 50%
En þegar við leggjum þessa spurningu fyrir fólk að þá kemur fram að það er 100% segja allir að þeir muni hjálpa eða 90%. En það væri alveg athyglisvert að gera svoleiðis könnun. Það er hægt að skoða alls konar hópahegðun, múhegðun, hjarðhegðun, hópþrýstingurinn, hlýðni við yfirvöld, af hverju er svona mikið hlýðni við yfirvöld, hvernig kemur þessi hlýðni fram og hvers vegna. Við getum skoðað stóru eignunarvilluna, þar að skoða einhverja fræga einstaklinga, af hverju gera þau það sem þau gera. Við getum skoðað einhverja þætt úr íslensku samfélagi, hvort það er hægt að tengja það við lesefni, til dæmis dómstól götunar, slaufunarmenningin, MeToo eða eitthvað fleira. Það er alls konar sem hægt er að taka. Þið verðið að gæta hlutleysi. Það er regla númer 1, 2 og 3. Ef hlutleysi er ekki til staðar, þá eiginlega hrynur rannsóknin sjálft sig. Rannsakandi þarf alltaf að standa utan við rannsóknina. Þá er aldrei að segja mér finnst og ég tel þetta ekki vera svona eða neitt þannig. Ég kem ekki fram í rannsókninni, ég er alltaf fyrir utan. Það má sérst ekki blanda sér og sinni persónu inn í rannsóknina. Ekki vera sammála eða ósammála, ekki sína meðaumkun eða hörku. Algjörlega hlutlaus. Og niðurstöður eiga ekki að spegla skoðanir rannsakanda. Heldur eru þetta niðurstöður á svörunum sem fólki gaf. Alveg bursi frá því hvort ég er sammála þessu eða ekki. Það kemur bara ekki málinu við þegar maður er að gera rannsókn. Rannsóknar áætlunin sem ég vil fá frá ykkur, hún er afskaplega einföld. Og ég vil bara fá hvað er rannsóknin eða hvað getið þið hugsað ykkur að gera, hugmyndin að rannsóknarspurningu eða tilgátu, hvernig þið ætlaði að framkvæma þetta, hvernig þið gætu hugsað ykkur að framkvæma þetta og þá hvernig rannsókn, er þetta könnun, er þetta lagt fyrir fólk á staðnum, hvernig ætlaði að gera þetta og hugmynd að þátttökundum eða hópum til að leggja þetta fyrir. Þetta er alls ekki mikið en þetta er bara til að koma ykkur á stað og til þess að ég sjáu hvort þetta sé framkvæmulegt eða ekki. Rannsóknarsniðið það er eiginlega, má segja, þrennt sem kemur til greina. Það er að leggja fyrir könnun á netinu. Það er það gerum við bara í Google Forms og ég set inn á eftir set ég inn leiðbeinandi vídeó það. Það er að gera athugun eða könnun á staðnum en þá þurfum við að muna að það þurfum við að vera með hjálparmannesku. Það er ekki hægt að gera þetta einn. Þið getur gert heimildarannsókn en hún er nákvæmlega eins og allt hitt. Hún er ekki einfaldasta formið í þessu að gera heimildarannsókn. Ég myndi eiginlega segja að það væri eiginlega það erfiðasta því þið þurfum líka að vera með, hvað maður að segja, tölulegar upplýsingar alla hluti. Og ég mun setja inn eina svona rannsókn, þannig getið lesið ykkur hvernig þeir aðilar fóru við að gera sína heimildarannsókn. Þið sjáu fljótt að það er ekki það einfaldasta að gera heimildarannsókn. Ef það ætla að sleppa létt út úr þessu, þá held ég ekki það léttast að gera heimildarannsókn. Ég hugsa það að leggja fyrir könnun á netinu sé einfaldasta aðferðin og minnsta svona umstangi og vinnan í kringu það.